að taka í heimi íþróttana. Við heyrðum hérna fyrir hlé í henni Evu Björk Davíðsdóttur, leikmanni Gróttu. Hún mun mæta ásamt liðsfélögum sínum Haukum í toppslag Ólísdeildar kvenna hér á morgun klukkan 2 og nú ætlum við að heyra í Haukastúlku, það hún Jóna Sigríður Halldórsdóttir, hornamaður í liði Hauka sem ætlar að ræða við okkur. Hún býður líklega klár við síman hvort að hún taki ekki upp tólið. Halló? Já, Jóna. Já. Sæl vertu, Þorsteinn Haukur hérna á Hringbraut. Já, hæ. Hvað segirðu þá? Bara gott. Það ekki? Jú. Undirbúningu fyrir leikinn á morgun vantarlega í fullum gangi? Já, hann það. Maður er reyndar að vinna í dag og svona, en já, hann bara í fullum gangi, sko. Æfingu kvöld og svona. Já, hvernig leggst þessi leikur í þig? Bara mjög vel. Það var langt síðan að sé þessi leikur og bara spennt að fá að spila aftur, sko. Búið að nýta fríið vel? Já, ég myndi segja það. Við erum bara búin að æfa vel og fá smá hvíld, þannig að, já, það var bara ein frá okkur í landsliðinni, þannig að við hefum alltaf náða hérna hvíla nóg, held ég. Þessi leikur á morgun, toppslagur Grótta Haukar, væntanlega kannski meiri fiðringur í aðdraganda leiksins heldur en kannski fyrir svona venjulegan deildarleik, náttúrulega toppsæti í húfi og stutt eftir á mótinu. Já, og kannski líka þegar við náttúrulega búin að spila við þar tvisvar áður og í venjulegu leiktíma alltaf jafntefli, þannig að jú, maður er alveg svona kannski aðeins stressaður þennan leik. En þessi hérna seinasti leikur þessara liða, frábær leikur í undanúrslitum bikarsins, þar sem Grótta var nauman einsmarksigur eftir tvíframlengdan leik. Þið harma hefna og vantarlega með þennan leik svona á bakvið eyrað þegar þið mætið á morgun? Já, algjörlega. Þessum leikmun held ég munum að syngja hérna, þannig að já, við erum alveg algjörlega harma hefna og vonandi ná að klára hann að vinna 2 stig. Og það væri náttúrulega mjög sterkur leikur að lyfta sér í toppsæti svona þegar lítið eftir á mótinu. Já, einmitt, það ekki 4 leikir og svo reyndar alveg, já, við höfum held ég Val og IBF eftir líka, þannig að það verður mjög ljúft að við myndum ná því, sko. Hvar svona, þeir eru vantarlega búin að skoða Gróttuliði vel og þekkja það vel, hvar liggja svona styrkleikar ykkar gegn Gróttu? Ég held að við þurfum bara að ná upp varnarleik, þá kemur markvarslan og styrkleikun okkar hefur samt held ég verið meira í sókn, þannig að já, sóknar aðflugum. Það er eitthvað sem við þurfum að ná, en þetta fyrst og fremst vörn. Þeir eru náttúrulega að mæta bæði gríðarlega sterkri vörn Gróttuliðsins og gríðarlega sterkur markmanni henni Írisi. Við erum búin að liggja mikið yfir varnarleik Gróttuliðsins, svona þeirra aðalsmerki? Já og nei, þú veist, við vitum alveg, við erum búin að keppa við þar áður og hún er náttúrulega reynstakur mér við hún Íris, sérstaklega í síðast leik og hún átti náttúrulega frábær leik og við erum alveg búin að skoða þær og við erum hafa vítafundi í kvöld eins og fyrir aðra leiki, þannig að já, við erum alveg búin að liggja yfir vörðin þeirra, myndi segja. Óskar Ármanns, er hann með langa vídeófundi? Oft tala leikmenn að vídeófundir verða langir, hvernig er Óskar að standa sig í því? Óskar, það er engin vídeófundir í honum langur á hans mati, en þeir held ég hafa aldrei farið allavega undir hálftíman, sko. Nei. Þannig að það stuttur vídeófundir í honum, en þannig ég veit ekki alveg, já. Ég myndi segja að þeir fara allavega aldrei undir hálftíman og jafnvel eitthvað aðeins lengur, 45 mínútur kannski. Hann vil fara vel yfir hlutina? Já. Það er góð rútína á sig honum. Hann er vel skipulaður. Nákvæmlega. Í ykkar liði nú leikmaður sem þekkir kannski ekstra vel til Gróttuliðsins, Elín Jóna Þorsteinsdóttir, markmaður
Hún að koma með einhverja punkta á ykkur svona fyrir þennan leik? Hún náttúrulega þekkir Gróttuliðið út og inn. Já, svona hún eiginlega ekki að koma með eitthvað þannig, sko, eitthvað insight, en já, því við þekkjum eiginlega bara allar frekar vel, bara spila lengi á móti þessi stelpum, þannig að kannski bara hún sjálf kannski sem að auðvitað þekki betur hvernig þær skjóta og svo auðvitað þekki þær kannski hana, þannig að já. Getur ekki verið sammála það? Nú náttúrulega Grótta ríkjandi deildar og Íslandsmeistari, kannski meiri pressa á þeim fyrir þennan leik. Kemur kannski til með að hjálpa ykkur einhver leiti að minni pressa á ykkur? Ertu sammála mér í því? Já, ætli það ekki. Jú, ætli það ekki að sé ekki kannski meira pressa á þeim, en samt sem aðra er búið að vera, þú veist, eins og segir, við erum bara búin að gera jafntefli við þær eftir venjulega leiktíma, en já, jú, ætli það ekki, pressan kannski meira á þeim. Núna náttúrulega í fyrra endar Haukaliðið í 5. sæti deildarinnar og þú kemur svo til Hauka í sumar þegar þú samtir við Hauka fyrir þetta tímabil. Áttirðu von á því að þú varir að fara í svona blússandi toppbaráttu með liðinu? Já, ég ætti alveg von á því, sko. Við vissum alveg að þetta ég samti að við vorum að það var verið að styrkja liðið og mikill metnaður fyrir því, þannig að já, ég allavega fór í Hauka með því að við ætlum að vera í toppbaráttunni, þannig að þetta vonaði sér til þess. Og það hefur vantilega staðið alla þína væntingar þegar þið búin að vera í toppbaráttunni framan á tímabili? Já, algjörlega. Algjörlega, leiðilegt hvernig bikarinn fór, en við erum búin að vera í toppbaráttunni, já, það er rétt. Eins og minnist á aðan því að margir tala svona svolítið eins og þetta sé bara úrslita leikur Íslandsmeistaratitilinn, búin að vera mikið umræðum en að leik, en eins og þú bendir réttilega á því hörku prógram eftir þennan leik og það má ekki fara að gleyma sér þó svo að þið jafnvel náið stigi eða stigum á morgun. Nei, algjörlega ekki, sko, það má ekki gleyma sér. Við erum með Val á þriðjudaginn og svo IBF eitthvað, hvort það sé helgin eftir eða eitthvað, en já, þetta er alveg, en samt auðvitað spurningum bikarmeistaratitilinn, deildarmeistaratitilinn. Þannig að, já, auðvitað við þurfum alltaf að vinna þennan leik til að eiga möguleika á honum, myndi ég segja. Veit ekki alveg hvaða leikin alveg Grótta eftir. Nei, ég held ég geti sagt, sko, þið eftir IBF, Val og HK, en Grótta eftir Fjölni reynda Fram og Afturöldingu. Það er ekki dáneitt halla að segja þið erfiðara prógram eftir. Já, einmitt. Erfitt prógram á stuttum tíma líka. Já. En rétt í lokin, leikurinn á morgun á svona svolítið öðruvísi tíma, 2:00 á 50 frídagur og stuðningsmenn Hauka hafa enga ástæðu til þess að mæta ekki á völlin á morgun? Nei, algjörlega ekki. Ég hafa enga ástæðu til að mæta ekki á völlin og stiga okkur. Það er alltaf gaman að spila hana út á Nesi, svona lítið hús og áhorfendur og svo nálagt. Já. Þannig, já. Þú vilt væntanlega að fá mikið að rauðklæddu fólki í stúkun á morgun? Já, ég vona að það verði þannig á morgun. Nákvæmlega. Jóna, ég þakka þér bara kærlega fyrir spjallið og vona bara að Haukaliðinu gangi vel á morgun gegn Gróttu. Já, takk fyrir mig, takk fyrir það.